Einar, beint frá bíli, það svona eitthvað sem þú sérhæfið í hér. Í hverju felst þetta nákvæmlega? Já, það rétt. Beint frá bíli það eru bara samtök þar sem bændur eru í sem að selja sína vörur, bara milliliðalaust, beint til neytenda. Og það þá bara hrein vara, beint frá bóndanum. Og hvað ert þú búinn að vera lengi í þessu? Við erum búin að vera núna í 2 ár að selja nautakjötið okkar. Og þið sérhæfið ykkur nautin? Já, það það eina sem við erum með. Svo erum við enda með mjólk líka, en það má ekki selja hana. Og nautakjöt þitt vörumerki? Já, nautakjöt.is. Það er vörumerkið okkar og heimasíðan líka. Og það má eiginlega segja að boltinn hafi að fara að rúlla þegar við fengum eða náðum þessari slóð, nautakjöt.is. Þá var maður eiginlega að gera eitthvað við það og við fórum á stað og innréttuðum okkur kjötvinnslu á bænum og erum að vinna kjötið okkur heima á bænum og seljum það svo í gegnum síðuna eða það sem hægt að panta eða svo að hringja bara eða koma á staðinn til okkar og ná sér í kjöt. Þannig ég get hringt og pantað 10 kíló, 20 kíló, hvað sem sóta eða fengið sent? Já, það var nú bara að hringja í mig núna þegar hún kom sko, og ég keyri það þá í bæinn eftir klukktíma og afhendi það og svo ég að senda frítt all land. Ég sendi mjög mikið austur og Reykjavík, en Akureyri kannski svona aðalmarkaðurinn hjá mér. Hvernig hefur þetta gengið? Ertu ánægður með árangurinn síðustu 2 ár? Já, þetta hefur gengið mjög vel. Þetta fór langt frá mínum áætlunum og vonum og það virðist vera gríðarlegur áhugi á því að versla svona, beint af bóndanum og mér finnst að vera að færast. Það ekki bara, allur aldurshópur sem að leita svona vörum og mér sérstaklega yngra fólki vera að leita í svona vörur. Og hvað veldur vinsældunum? Er það ódýrari eða er það hreinni vara? Fyrst og fremst bara meiri gæði. Nautahakkið án allra íblöndunarefna og steikurnar, þetta engin íblöndunarefni í þessu og rýrnunin því minni á að vera það og það. Og það kannski það sem fólk að leita eftir því og það kannski fellur inn í svona, ekki allir í einhverjum heilsuátökum sko, að við erum með hreina vöru og það hendar fólki vel. Já. Eins og þú segir, yngra fólki að koma inn? Já, mér finnst það. Mér finnst ég vera að fá meira af yngra fólki sem að leita í svona vörur og það bara mjög ánægjulegt. Nú vetur og það ekki eins mikil trafík eins og við var hjá þér í sumar. Þú ert náttúrulega með veitingastað hér opinn á sumrin. Já, við erum með svona kaffihús. Ég vil ekki kalla þetta veitingastað, en þetta svona kaffihús og það vinnur mjög vel saman með þessu. Við náum að kynna okkar vöru og fólk getur svona tengt við það hvað hún að koma. Þó að það kannski sjá nú ekki í nautin inni, að þá sér það kýrnar og svona hvernig við erum að gera hlutina og svo ég með opið helgar á veturna og þessu utan fyrir hópa og það þetta panta opnun og þetta tengir mjög vel saman. Fólki finnst gott að tengja við hvaða maturinn að koma og það getur gert það hérna. Þannig að ferðamenn vita af ykkur? Já, það virðist vera. Allavega Íslendingarnir. Þetta 90% Íslendingar sem koma inn til mín og það bara mjög gott sko. Hvað í boði hjá þér? Já, við erum með, ég með nautakjöt, ungnautakjöt og í rauninni þetta bara að koma beint að skepninu. Við bara úrbeinum og ég hakka og pakka í poka 600 grömm, svo getur þú sérpantið að þú vilt fá meira eða minna og svo ég að skera gúllasið og við pakkum því líka og svo ég með þessar steikur, fille, lundina, ribeye, innralæri. Einstaka sinnum einhverja aðra steikur en svo ger ég hamborgara. Þetta ekki flókið sko, þetta kemur bara beint að skepninu sko. Svo ég í smá vöruþróun, ég var í smá verkefni með Matís núna í sumar að það að gera þurrkað nautakjöt og svona, það þá svona snakk sko, orkuríkt snakk eins og þekkist frá Bandaríkjunum, þetta nú þekktar og það svona í vinnslu hjá mér að koma svoleiðis á markað. Kolbrún, hvað gerir þetta?